varaformaður og fundarstjóri. Ætla ekki að klikka á þessu. Aldís, takk. Þið sáðu náttúrulega að rokki byrjaði bara leið að koma konur í pontu. En ég ætla að byrja á því að segja ykkur svona litla sögu. Það vinur minn, ungur maður sem skulum kalla Jón. Mjög hefðbundið. Hann hafði haft áhuga á stjórnmálum lengi og alltaf kosið Sjálfstæðisflokkinn. Eftir góðan umhugsunartíma en margra ára meðgöngu hugmyndarinnar ákvað hann að fara í framboð. Hann ákvað að taka þetta stóra skref en vildi nú aðeins þreifa fyrir sér áður. Hann ákvað að það væri góð hugmynd að leita ráða hjá sér eldri konum í flokknum. Þær höfðu jú flestar gríðarlega reynslu af stjórnmálastarfi. Enda hafa sögulega mikið fleiri konur gegnt opinberum embættum heldur en karlar. Þær ráðlögðu honum allar að biðja örugt varamannasæti. Þetta væri jú erfið vinnutími. Hann ætti 3 börn og hver ætti að sjá hann kvöldmatinn? Vonandi væri hann vel giftur. Hann þyrfti að vera mikið fjarverandi. Svo sögðu það líka við hann. Þú þarft að vera alveg vissum að þú viljir þetta. Þetta er mjög erfitt og þú verður að hafa bein í nefinu. Jón ákvað, hann var aðeins efins eftir þetta. Sagði, býtu, ég nógu góður í þetta? Jón ákvað þá að fara á fund hjá Sjálfstæðisfélaginu í sínum heimabæ. Hann mætti snemma og var ansi spenntur. Inn flykktust konurnar, flestar komnar vel yfir miðjan aldur. Aðeins gráar í vöngum og hefðu greinilega þekkst mjög lengi. Það sem kom honum á óvart var að þarna voru eiginlega engir karlar. Konurnar veittu honum athygli, en þó ekki þá athygli sem hann vænti. Frekar svona óþægilega athygli. Konurnar voru frekar til orðsins og hann treysti sér ekki til að bera upp spurningu enda leið honum eins og geimveru á fundinum. Hann var aðeins hugsi vegna framboðsins eftir þennan fund. Átti hann heima í Sjálfstæðisflokknum? Var það kannski bara misskilningur hjá honum að halda það? Hann trúði ekki öðru en það væri verið að vinna að því að laga þessa stöðu. Aftur og aftur hafði hann séð í fjölmiðlum að Sjálfstæðisflokkurinn stæði illa hvað varðar hlutfall karla á listum og í nefndum og ráðum. Hann ákvað þó að gefast ekki upp á flokknum, enda stendur Sjálfstæðisflokkurinn fyrir þær hugsjónir sem hann brennur fyrir. Þannig að hann ákvað að reyna að fá sæti á landsfundi. Það tókst, en bara vegna þess að ein stjórnarkona í félaginu veiktist og hinar konurnar sem voru undan honum á listanum forfölluðust. Hann var virkilega spenntur að mæta á landsfund. Honum brá þó nokkuð þegar hann sá hversu fáir karlar voru fulltrúar. Þeir voru einungis 4 fundarins og mjög fáir á hans aldri. Þarna voru þó aðeins fleiri heldur en á fundinum sem hann hafði farið í Sjálfstæðisfélaginu. En hann var þó vongóður. Þarna voru nokkrir ungir menn sem hefðu tekið á skarið og ætluðu að kynna jafnrétti stefnu flokksins. Auðvitað ætla flokkurinn að bæta úr þessu. Það er augljóst, hugsaði Jón. Það ótrúlega gerist að hópur ungra kvenna gerir atlögu að þessari tillögu, sem ekki eingöngu felld eins og hún var lögð fram upphaflega, heldur gjörsamlega rifin í öreindir, í pontu. Ungu konurnar töldu upp alla mögulega minnihlutahópa sem þyrftu líka að tiltaka í jafnréttisstefnunni. Eða ætti að fara að standa því að samþykkja eitthvað þessu líkt. Skilaboðin voru skýr og þau voru ekki uppörvandi. Jón vinur minn kom ekki aftur á landsfund, bauð sig ekki fram og mætti aldrei aftur á fund hjá flokknum. Ekki í mótmælaskyni, heldur af því að honum leið ekki eins og hann væri velkominn. Ég þarf varla að taka það fram að ég er hér búin að snúa kynjahlutlunum við.
Og vinur minn Jón að sjálfsögðu Jóna. Og þetta veruleiki margra ungra kvenna sem hafa vilja að taka þátt í starfinu. Og við erum ansi mörg, ekki bara konur, heldur karlar líka, sem hafa reynt að hvetja ungar konur til að taka þátt. Og það ekki fyrir en að við setjum hlutin oft í annað samhengi að við sjáum hversu ankannalegir þeir eru í raun og veru. Það því miður staðreynd að við erum aftarlega á merinni í jafnréttismálum. Sjálfstæðisfólk. Við erum stærsta stjórnmálahreyfing landsins og ættum að vera fyrirmynd í þessu sem á öðru en ekki eftirbátur. Það tekur tíma að breyta en við þurfum að velta því fyrir okkur hversu mikinn tíma við höfum. Samfélagið að breytast mjög hratt. Konur hafa ekki bara menntun og reynslu sem við verðum að nýta, heldur höfum við ekki efni á að hlusta ekki meira á þeirra sjónarmið. Það ekki lengur hægt að bíða eftir því að konur komist að. Við þurfum að sýna að við erum flokkur framtíðar, ekki fortíðar. Og það gerum við með því að sýna að konur séu jafnt valda til forystu sem og karlar. Og fyrir það eitt að skýra frá þessum staðreyndum höfum við sem leiðum umræðum jafnréttismál innan flokksins verið gagnrýnd af ákveðnum þröngum hópi, yfirleitt karla, sem telja það óviðeigandi að við tjáum okkur opinberlega það sem miður fer í jafnréttismálum. Við ykkur vil ég segja að með því að tala opinberlega þetta vandamál erum við að styrkja flokkinn. Það styrkleiki fyrir Sjálfstæðisflokkinn að í honum séu bæði karlar og konur sem tala opinberlega þetta mál. Til þess að tala fyrir breytingum. Sterkar raddir umbætur munu eingöngu gera okkur sterkari. En hvað til ráða? Nú ætlum ég að fara að tala lausnir. Við viljum ekki fara kvótaleiðina, við viljum fara hvataleiðina. En hver sú leið? Leiðin ekki að rífa jafnréttisstefnuna í örundir í pontu. Það ekki hvetjandi. Við þurfum að hafa skýra stefnu það hvernig við viljum tryggja hlut kvenna í flokknum, fyrir mun þetta ekki lagast. Og við í stjórn LS viljum sérstaklega fá karlana í flokknum til liðs við okkur til að breyta þessu. Við vitum að mikill meirihluti karla alveg jafn ósáttur við þessa stöðu og við. Konur munu ekki einar og sér breyta þessu, þetta verður að vera sameiginlegt verkefni okkar allra, bæði kvenna og karla. Og í þessu samhengi vil ég rifja upp heimsókn mína til Stokkólms á síðasta ári. Þar hitti ég nokkra fulltrúa systurflokks okkar, Móderatana, sem heitir þetta nýju Móderatana núna, og ég hafði sérstakann áhuga á því að vita hvað þau hefðu gert til þess að ná svo góðum árangri í að fá konur til forystu. Því spurði ég þau, þá fulltrúa sem ég hitti, hvort þau notuðust við kynjakvóta. Þá leið mér eins og geimveru. Þau horfðu á mig furðu lostin og þau sögðu kynjakvóta. Af hverju ættum við að þurfa kynjakvóta? Við erum með Reinfeldt. Og það kom svo skemmtilega óvart að það sögðu allir það sama. Eins og einhver ekki að kunna vita, þá notar formaður flokksins, Móderatana, Fredrik Reinfeldt, forsætisráðherra Svíþjóðar, hvert tækifæri til þess að tala fyrir því hvað það mikilvægt að konur taki þátt í stjórnmálum, bæði heima fyrir og á alþjóðavettvangi. Og þetta verður til þess að aðrir flokksmenn gera það sama og hugmyndin bara inngreypt í allt starf flokksins. Eftir höfðinu dansa limirnir og einn maður getur haft mikil áhrif. Við þurfum alls staðar þar sem fáum tækifæri til að tala mikilvægi þess að fá konu til starfa. Við þurfum að spyrja, hvað að flokknum? Af hverju vilja konur ekki taka þátt og af hverju vilja konur ekki bjóða sig fram til forystu? Sem hefur enda batnað, ég tek það fram. En við megum ekki spyrja, hvað að konum? Við höfum verið að spyrja þannig, hvað að konum? Af hverju taka þær ekki þátt? Snúum þessu við. Við þurfum að breyta okkur til þess að fá konuna til okkar. Tökum utan þær konur sem að koma og vilja taka þátt. Og nú á ég ekki við bókstaflega, við skulum ekki ganga langt í því. En sýnum þeim að þær séu velkomnar. Og við megum ekki gleyma því
Kæra sjálfstæðisfólk, að við höfum verið í forystu jafnréttismálum. Við erum í grunninn framsækinn flokkur sem vill fá konur til ábyrgðarstarfa. Stærsta jafnréttisskref síðustu ára var innleiðing feðraorlofsins. Þar var sjálfstæðisflokkurinn í fararbroddi. Stærsta jafnréttissskrefi sem stigið verður á næstu árum er einkarekstur í þeim greinum þar sem hinar svokölluðu kvennastéttir starfa. Það er óviðunandi að heilbrigðisgeirinn og menntakerfið sé að mestu rekin af ríkinu. Með því að breyta forminu í einkarekstur skapast gríðarleg tækifæri fyrir konur að ráðast í eigin rekstur og þurfa ekki lengur að hafa eingöngu einn viðsemjanda. Heldur val fjölbreytta möguleika. Síðast en ekki síst mun þetta klárlega skila okkur metnaðarfyllri og betri heilbrigðisþjónustu og menntakerfi. Ég vona svo sannarlega og treysti því að fulltrúar okkar í sveitarstjórnum munu beita sér fyrir þessu. Það mun enginn annar flokkur en sjálfstæðisflokkurinn koma á þessu mikilvægu breytingum. Kæra sjálfstæðisfólk, helsta markmið með því að fjölga konum í starfi og forystu flokksins er að tryggja það að konur á Íslandi samsvari sig sjálfstæðisflokknum, því þær eiga svo sannarlega heima þar. Að þær öðlist trúa því að flokkurinn hlusti og taki tillit til ólíkra sjónarmiða og að það muni renna sterkari stoðum undir það að flokkurinn er í raun sú breið fylking sem við viljum vera. Ég hlakka til að vinna með ykkur á næstu misserum og þá sérstaklega karlana sem ég er að hvetja til að taka þátt í starfinu með okkur. Verum tákn framtíðar en ekki fortíðar. Sýnum umburðarlyndi, verum flokkurinn sem rúmar ólíkar skoðanir, ólíka einstaklinga og ekki síst bæði kynin. Ég vil gjarnan fá að bjóða Jónu aftur á fund eða landsfund og henni líða hún sé velkomin því við þurfum á kröftum hennar og kvenna að halda. Takk fyrir. Við þökkum Þórey Vilhjálmsdóttur kærlega fyrir þessa mikilvægu brýningu og ég segi það að flokksráðsfundurinn tók hraustlega undir hana með þér, Þórey, með því að standa upp og klappa fyrir þér. Þetta er eitthvað sem skiptir mjög miklu máli og ég ætla að segja það, Þórey, að ég hef reynt að nýta hvert tækifæri til að segja að þetta skiptir máli. Við erum með þannig prófkjörsreglur að þannig raðaðist hjá okkur í Reykjavík að það eru 3 kallar í efstu 3 sætum. Það er þetta einhvað sem þarf að svona gróa inn í okkar menningu í flokknum, að við þurfum að vera enn meðvitaðri um þessa hluti, en mjög víða erum við á réttri braut og ég vil alltaf rifja það upp og ég geri það í hvert tækifæri að þegar ég byrjaði hjá Ísafjarðarbæ sem bæjarstjóri að þá var kona í 1. sæti, það var kona í 2. sæti og það var kona í 3. sæti hjá Sjálfstæðisflokknum kjörtímabili 98 til 2002. Og 2 þessara kvenna eru hérna inni, nú þegar. Og önnur þeirra mun stýra þessum fundi með mjög harðri hendi eftir hádegi. Kæru flokkssystkini, það er einn formaður Landssambands eftir á mælendaskrá. Það er Magnús Júlíonsson sem er formaður Sambands ungra sjálfstæðismanna. Hvar er hann? Hann er þarna. Gjörðu svo vel, Magnús.